Orkuveita Reykjavíkur þarf 12 milljarða króna frá Reykjavíkurborg, auk þess sem að þarf að selja eignir og hækka gjaldskrár enn meira. Það tókst hreinlega ekki að fá lán hjá erlendum bönkum. Forstjóri Orkuveitunar fer yfir máli hér á eftir. Við byrjum á vondu fréttunum. Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunar, sestur í Helgaseljan. Bjarni, velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Eins og kom fram á þessum blaðamannafundi sem þið hélduð í dag, þá er fjárþörf Orkuveitunar alltaf einhverjir 50 milljarðar núna á næstu 5 árum. Það þarf að leita í vasa borgarbúa bæði með þessu víkjandi láni sem er upp á 12 milljarða og svo eins að enn einu sinni að hækka gjöld. Miðað við það, hvernig þetta er kynnt í dag, var þá ekki Orkuveitan heillega bara að óbreyttu ef þetta myndi ekki ná fram að ganga tæknilega gjaldþrota? Já, það má eiginlega segja það. Jú, það er að segja ef ekkert hefur verið gert, þá væri kassinn tómur, mjög bráðlega. Hins vegar þá verður hún ekki gjaldþrota vegna þess að það er bakábyrgð borgarinnar og þetta er fyrirtækja af þeim toga að starfsemin verður að halda áfram. En það er rétt að staðan var afar þröng og sjóðþurrð framundan og þannig að við hefum ekki getað borgað laun þegar að kemur fram á sumar ef ekkert hefur verið aðgert. Það er auðvitað, það sem að gerur auðvitað gæfumuninn þarna er þessi lán eða öllu heldur skortur á þeim og þessari endurfjármögnun hjá þessum erlendu bönkum. Það kemur fram í minnisblaði sem hefur verið vitnað til í fjölmiðlum sem að þú skrifaðir að það hafi einhvern veginn verið orðið útséð með það allt í áramótin að það tækist að fá þessi lán. Hvað var það sem gerðist? Hvers vegna stöðvaðist þetta? Ég held að sé bara staða Orkuveitunar sem að veldur þessu. Þannig að fjárhagsstaðan er afar erfið og því til sönnun að sitja hér í kvöld og bankar þeir skoða kennitölur og rekstra horfur og það er einfaldlega þannig að lánshæfismat Orkuveitunar er með þeim hætti að hún er ekki gjaldgeng á almennu lánamörkuðum eins og staðan í dag, en það er eitthvað sem við þurfum að vinna að því að bæta. En nú eru stofnanir og Landsvirkjun til dæmis, þeim hefur tekist að fá lán erlendis frá, skilst mér að segja að Reykjanesbæ hefur tekist að endurfjármagna sig í útlöndum. Er það þá þannig að Orkuveitan, er það eingöngu sem hefur ráðið og var það allt í einu ljóst áramótin? Já, það er ekkert annað sem ræðir því að við fáum ekki lán. Það er bara fjárhagsstaða félagsins sjálfs, þannig er það. Þannig að það er ekki ummæli borgarstjóra, menn hafa til dæmis talað það og að forsvarsmenn borgarinnar hafi talað óvarlega í fjölmiðlum, heldur að það geti ekki haft áhrif ef þú verður að reka banka og myndir heyra það að maðurinn sem ætlaði að fá lán hjá þér talaði að hann væri með allt á hausnum, myndir þú lána honum pening? Ég held að þetta hafi enga þýðingu þessu samhengi, það er bara mín skoðun. Bankar þeir horfa á fjárhagsstöðu þess sem að þeir ætla að veita lán og horfur, þeir laupa ekki eftir ummælum. Ég held að það sé alveg þrálegt. Jafnvel þó að menn tali niður fyrirtæki, það sé almennt svona ekki álitið sérstaklega gott? Bankar eins og til dæmis NIB er búið að fylgjast með Orkuveitunni í fjölda ára, þekkir alla starfsemina út og inn og reksturinn og þeir þurfa ekki að lesa dagblöðin til þess að þekkja stöðu félagsins. Var ekki svona óþægilegt fyrir Orkuveituna að vera að standa í samningaviðræðum við þessa banka því þær voru auðvitað í gangi, bauðsir frá því hvort að þeir hafa alltaf átt að segja þarna áramótin eða tekið þá full ákvörðun að lána ekki. Voru auðvitað í viðræðum við til dæmis fyrrverandi forstjóra og svo fjármálastjóran sem þurfti að láta á störfum. Heldur að það hafi ekki getað haft einhver áhrif? Ég held að satt að segja eins og ég segi að ummæli hafi engin áhrif í þessa veru. Nei, ég er ekki að tala um ummæli, ég er að tala um það að samningamennirnir eða þeir sem þeir voru að ræða við að þeim hafi verið skyndilega kippt í burtu og nýjir menn kynntir til söguna. Já, nú þekki ég þessa sögu ekki og ég er ekki hluti af henni, þannig að ég tek bara við verkefni sem liggur á borðinu þegar ég kem að Orkuveitunni og ég ætla mér ekki að skoða það sem að undan hefur gengið. En þú hlýtur væntanlega, fyrst þú tekur við stöðunni sem er svona, þá hlýtur að hafa skoðun á því hvernig menn komur sér í hana. Heldur að þetta geti ekki hafa haft einhver áhrif? Nei, ég hef ekki skoðun á því og ætla ekki að gera það. En þú segir hins vegar í þessu minnisblaðinu, þar sem að það hefur verið tekin saman einhver stöðuskýrsla í endaðan janúar
sú vinna leiddi í ljós að staðan var töluvert alvarlegri en talið hafi verið af hálfu þeirra sem báru ábyrgð á fjármálum Orkuveitu Reykjavíkur. Hvað meinar með þessu? Það er þannig að síðastlið sumar að þá kemur ný stjórn af félaginu og hún ræður síðan tímabundið forstjóra og þá er gripið til aðgerða, menn sjá þá strax að staðan er mjög alvarleg og það er gripið til mikilla aðgerða, það er sagt upp 65 manns og það er hækkuð gjaldskrá sem nemur 28% að meðaltali. Menn töldu þá, miðað við þær upplýsingar sem þá lágu fyrir, að þetta myndi duga og myndi duga til þess að bæta reksturinn og kennitölurnar þannig að menn fengju lán. Jafnframt að það var sett í gang vinna og miklu dýpri greiningavinna heldur en áður á stöðu Orkuveitunnar og það tók sinn tíma og skýrslan kemur síðan út 28. janúar og þá kemur það í ljós að hún er alvarlegri heldur en menn töldu og það er niðurstaða skýrslunar að Orkuveitan muni ekki geta bjarga sér á eigin spýtur, það sé mjög ólíklegt og niðurstaðan er svo að það sé rétt að hún leiti til eigandana samstarf og lán. Byrju, ertu að segja mig þá að menn hafi uppgötvað það fyrst í endaðan janúar 2011 hver raunveruleg staða Orkuveitan var? Þetta horfir svona við mér, já. Og hvað var það sem kom til þetta í millitíðinni? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvers vegna stendur á því að upplýsingar voru ekki nægilega góðar og geta ekki lagt mat á það. En byrju, hver ber ábyrgð á því að upplýsingarnar voru ekki nægilega góðar? Voru það þá ekki fyrrverandi forstjórar og stjórnarmenn í fyrirtækinu? Ég ætla ekki að fjalla um fortíðina. Það er ekki þú verður nú samt að gera það hvað sem er líka betur að vera því að þú veist við... Nei, það er annar að fjalla um hana. Árið var ekki 0 þegar þú byrjaði sem forstjóri þarna, þannig að þú verður að segja okkur frá því sem að þú verður vísari þarna þegar þú kemur að því. Þú ert að segja okkur það sem sagt núna að menn hafi áttað sig á því í loki janúar að staðan var miklu verri heldur en menn höfðu áður talið. Hvers vegna var það? Já, ég er að segja það, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig menn unnu í þessu fyrirtæki áður en ég kom að því. Það er bara þannig. En hafa menn ekki unnið heldur einkennilega þessu fyrirtæki áður en að koma að því? Ef að menn vilja skoða... Hvað er þú komst að því? Ef að menn vilja skoða fortíðina, að það var það ekki mitt að standa fyrir því, heldur sennilega eigandana. En í ljósi þessa sem þú ert að segja okkur frá núna, er ekki nauðsynlegt að gera það? Verkefni mitt er ærið og það er á mínu borði og það er það sem ég sinni. Ég er ekki sagnfræðingur og ég er ekki dómari og það er annarra að standa fyrir því ef að menn vilja. Ég held að sé mjög mikilvægt að í þessu verkefni sem mér er falið að ég verði ekki mínum tíma í það að skoða fortíðina heldur framtíðina. Segðu mér þá, fyrst að við ætlum að fara að ræða framtíðina. Þið ætlið ykkur að selja eignir fyrir 10 milljarða króna á næstu 5 árum og hafi gert áætlun það, meðal annars gerir það ráð fyrir því að gagnaveitan sem að hefur nú verið mikið í umræðunni þá undir öðru nafni að hún verði seld árið 2013. Er þetta ekki mjög bjartsýnt af ykkur að ætla að koma út þessum eignum öðru sem þá á ykkur brunaútsölu á þessum 5 árum? Ég held ekki. Það liggur að baki þessum 10 milljörðum er eignalisti og það er fjöldi eigna og flestar eru þannig að það tengjast ekki rekstrinum og það eru ekki forsenda fyrir tekjum. Sumar þar eru þannig reyndar að það kostar að reka það, þannig að það mun létta á rekstrinum að selja þar. Það er búið að verðmeta þessar eignir gróflega. Auðvitað vitum við ekki hvernig gengur að selja. Það er alveg ljóst að það er óvissa í því. En það eru eignir sem við getum talið fram fyrir þessari fjárhæð. Við höfum nokkur ár til að koma þessum eignum í verð og það er alveg rétt hjá þér að það væri mjög óæskilegt að ef það yrði einhvers konar bruna útsala, við höfum svigrúm, en við vitum ekki hvernig markaðurinn er. Þó má segja það að við erum búin að selja núna 4 eignir og þetta er það mjög lítill hluti. Verðmat okkar á þeim var 118 milljónir. Það seldust eða tilboðin sem við fengum í þar er 119,5 milljón, þannig að það var raunhart mat í því tilfelli. Þetta voru reyndar einfaldar eignir, fasteignir. Já. Kannski svolítið annað heldur en stór fyrirtæki eins og gagnaveitan sem kom metin á rúma 5 milljarða. Það er alveg rétt. En er þetta ekki stærsti óvissuþátturinn í þessu? Hvað gerist ef þetta tekst ekki? Þurfum við þá enn og aftur að leita til borgarbúa lán? Það er með allar áætlanir að menn vita ekki fyrir en eftir hvernig það ganga. Það er alveg hárrétt. Og það er óvissa í gagnaveitunni. En við áætlum að hún verði seld, ef hún verði seld, sem við vitum ekki ennþá, árið 2013, þar sem við höfum 2 ár til þess að undirbúa sölu og leita bestu leiða.
En nú það svo að það liggur ekki fyrir ákvörðun að selja gagnaveituna. Það sem hefur ákveðið það að kanna möguleika, kanna verðmæti. Samt reikniði með því inn í þessum tölum? Og kanna það hvernig væri best að selja hana vegna þess að það ekki einhugur í stjórn eða meðal eiganda hvernig með þetta skuli farið. Sumir telja að þetta sé hluti af kjarnastarfsemi og þar skul hún vera og hún núna skilgreind sem hluti af kjarnastarfsemi. Þannig að ákvörðun að selja hefur ekki verið tekin. Það er staðan. Menn hafa velt fyrir sér stóriðju framkvæmdum og þáttöku Orkuveitunnar í því. Það má segja eiginlega að þið hafi slegið það af á þessum blaðamannafundi í dag. Að þáttaka Orkuveitunnar í stóriðju framkvæmdum væri ekki á döfunni og yrði ekki á næstunni. Nei, það nú ekki alveg þannig. Á þessu fundi að þá listi ég sín minni á hlutverk Orkuveitunnar og kannski framtíð og ég hef þar mjög ákveðna sín. Og í þeirri sín að þá kemur fram að ég tel það ekki vera hlutverk, ég sjálfur, Orkuveitunnar, að leggja í þá áhættu sem því samfara að virkja til þess að selja til þriðja aðila, til einkaaðila eða stóriðju sem líka einkaaðili. Ég tel að það samrýmist ekki hlutverkinu að Orkuveitan taki áhættu og stórfellda áhættu með þessum hætti og setji þar með grunnstarfsemina í hættu. Hefur þú verið að gera það? Þetta er mín skoðun. Þetta er mín skoðun. En hefur Orkuveitan verið að gera það? Það er óhjákvæmilegt að því fylgir mikil áhætta að virkja. Og þetta er gert í óskiptu búi Orkuveitunnar. Það er allt annað ef að byggt væri í sjálfstæðu verkefni sem að gæti ekki haft neikvæð áhrif á starfsemi Orkuveitunnar ef illa færi. En þannig var það ekki gert. Bjarni, takk fyrir komuna í Kastljós. Takk fyrir.